Ég er búinn að fylgjast með umræðu vímuvarnir langt skeið í þessu landi. Mér finnst sitthvað benda til bakslags gagnvart lýðheilsu ekki síst ungmenna í áfengis- og vímuvarnarmálum hér á landi og mér finnst að það hefði orðið eitthvað sem Durkheim hefði nú kannski bara kallað siðrof. Ég veit ekki hvort það sterkt orðið eða rétt orðið ekki, en mér finnst einhvern veginn að allar stofnanir samfélagsins séu farnar að líta þennan málaflokk meir og minna öðrum augum en áður, að minni alvöru, og það flæðir allt endalaust af áróðri áfengi innum eyru, nasir og bara munn og öll göt líkamans. Hann er komin hingað Árni Guðmundsson sem er vinur samstöðurinn, getur við sagt. Ég ræði oft við hann þennan málaflokk. Vertu velkomin, Árni. Takk fyrir, Björn. Takk fyrir. Þetta finnst þér í taka og sterkt til orða? Nei, mér finnst þú eiginlega ekki gera það, sko. Mér finnst þetta bara, þetta eru þetta ákveðið siðrof, sko. Er það ekki? Og ég held að sé, sko, og það er alveg örugglega bakslag á því litum til að það eru öll sem róa öllum árum að koma sínum málstað fram sem eru það áfengisframleiðendur. Já, og peningaöflin sigla einhvern veginn áfram Alveg bara. og stofnanir, varfærnar stofnanir sem áður voru svolítið á bremsunni. Mér þetta til dæmis í huga Ríkisútvarpið er ekki á nefndin bremsu. Nei, þau eru bara á fullu gasi, sko. Já, tökum bara Ríkisútvarpið, sko. Það var þannig að það dundi til okkar. Ég er formari fólkdrasamtökum gegn áfengisauglýsingum. Einmitt. Og þarna bara síðustu mánuði þá hefur alveg streymt inn til okkar, sko, kvartanir frá fólki til dæmis auglýsingar frá smáríkinu sem er ólögleg áfengissala og dæmdir sem slíkir. Nýdæmdir og ekkert breyttist. Og það breyttist ekki neitt og maður fer að velta við sig hvaða þetta fór nú til fjölmiðlanefndar þetta mál líka, sko, og menn fara að velta við sig hvað er eiginlega að fólki, sko. Þetta er fyrirtæki sem gerir ekkert annað en að selja brennivín ólöglega, heldur því áfram þráttur í dóm og þá auglýsir Ríkisútvarpið eins og ekkert sé. Skýla sér reynda á bakvið það að það hafi fjölmiðlanefnd hafi álítið að þetta væri ekki ólöglegt og ég held að það sé komið frá okkur að við sendum meldingu inn til fjölmiðlanefndar og ég held að nefndin hafi, sko, annarkvort miskilið eða bara hreinlega snú út úr því vegna þess að það sést ekki, sko, viðurlögin eða sem fjölmiðlanefnd segir, það sést ekki áfengisflaska í auglýsingunni og þá er þetta ekki áfengisauglýsing þó að fyrirtæki gerir ekkert annað en að selja áfengi og merki fyrirtæki sem er bara áfengisala, það bara klingi allar bjöllur. Þannig að fjölmiðlanefnd, sko, tók eiginlega ekki efnislega á málinu því er sem miður og þá hangir, sko, Ríkisútvarpið bara á því áliti sem hefði átt, sko, eðli málsins samkvæmt sem Ríkisútvarp allan landsmanna. Það áttu þau að stíga fram fyrir, sko, skjöldu og segja bara þetta er ekki gott og þetta er siðlega rangt og allt þetta. En þeir gera það ekki. Nei, þeir gera það ekki. Og þetta er auðvitað þannig að Ríkisútvarpið er Ríkisútvarp allan landsmanna. Það á ekki að hafa neitt sem að þjónar tilgangi hagsmuna þeirra sem eru að brjóta lög og reglur og selja áfengi málum hætti. Nei, og mér finnst eðlilegt að ríkisrekin fjölmiðill líti á forvarnar hlutverk sitt með öðrum hætti heldur en einkareknir fjölmiðlar sem eru háðari tekjum frá misgóðum öflum eins og áfengisframleiðendur. Bara algjörlega. Þetta er auðvitað þessna finnst mér að Ríkisútvarpið hefur þessa ábyrgð og það þarf að axla hana. Ekki bara þessu máli, þeir þurfa auðvitað að vera öðrum fyrirmynd og öðrum fjölmiðlum þá líka sérstaklega. Það er annað sem að ég undra mig á. Það er bara eins og allt í einu séu allir að tala illa ÁTVR og ÁTVR sé forneskja. Já. Allt í einu bara er búið að kippa fótunum undan þeirri starfsemi einhvern veginn á meðal fólks. Fólk ræðir ÁTVR sem tímaskekkju. Ég hélt bara fyrir tiltölulega fáum árum að það væri sæmileg sáttum að Íslendingar ætluðu ekki sömu leiðir og til dæmis margar aðrar þjóðir hafa farið. Ég held að sé reyndast það er gott að nefna þetta dæmi sem þú segir. Ég held að þú sért, sko, fórnarlamb, sko, áróðs sem er kostaður fyrir fleiri 10 milljóna. Og við sjáum það bara núna til dæmis að það er herferð á vegum samtaka verslunarþjónustu. Innan þeirra samtaka til með Neyðalínan, uppbyldustofnanir. Þetta er herferð sem kostar kannski bara, ef við tökum þetta bara svona, bara svona cirka bát, þá er þetta svona 60-70 milljónir, kannski 80 milljónir með öllum birtingum.
Þetta eru kannski 2-3 fyrirtæki í samtökum verslunar og þjónustu sem lemjast áfram í þessu og reyna að koma svo að dagskrá alveg óháð öllu öðru en eigin hagsmunum. Þetta er meira heldur en framlag sko í lýðheilsusjóð sem ríkilegur lýðheilsusjóð, þá það bara einhver fyrirtæki út í bæ sem fjármagna það og þeir eru auðvitað í því að búa til einhvers konar ímynd sem er ekki til og þess vegna þegar að þessi herferð þarna kemur daginn sko, maður sér auðvitað peningaflæðið en þetta er dálítið þannig að þú gerir ekki kjúklingasalat úr eitthvað drasli þó að hafi nóga pening og þess vegna það þannig að menn eru einhverja möndru sem er að hamra á til dæmis bara í þessari herferð samtaka verslunar og þjónustu þar sem að þeir segja að þetta sé að sko lögin sé óljós og óskýr og allt þetta, það er bull nummer 1 en svo er líka svona bullís eins og það að sölukerfi netsala sé örugt sem er líka algjört bull og það er líka eins og forsvarsmaður eins fyrirtæki sem segir að áfengisverslunni sé með algjörlega sko mjög slæmt hérna aldurseftirlit og þeir selja unglingu vín þar að leiðandi, það er bara reyn lygi á íslensku, það er þannig að þeir eru með ákveði kerfi, tjekkkerfi hjá sér þar sem ég senda fólki við 20 ára alltaf aðtuga skilríki eftirlit. Ef við tökum úttekt landlægssambandsins sem var hluti af evrósku samstarfi eftirlit með netsölu fyrirtækjum, með áfengisölu fyrirtækjum, þá kemur ljós að það er 7% sem sagt, það er 7% svörun á því. Já. Það er semst, þó að einhverju segjast að það er mjög svakalega fínt kerfi, þá er það þannig að það er í 7% tilfelli það sem eitthvað er spurt um. Já. Og við erum með, sko, það eru dæmi rannsóknarblaðamenn, sko, eins og hjá Heimildin og svona, það sem bara liggur alveg fyrir að það er ekki mikill hvati hjá þessum fyrirtækjum til þess að kanna áfengiskaupahaldur. Nei, og þeir gera það ekki og það er bara, við fengum núna bara nýlega bréf frá fólki sem sagði það að það var einhver sem var tvítur sem stofnaði aðgang, svo gekk aðgangur bara milli unglinga og þeir bara keyptu á viðkomandi aðgang og svo bara borguðum í sínum kortum. Þannig að þetta er algjör vitleysa, það sem er líka kjarni í þessu máli er eins og þetta tala þú fórst í Durkheim þarna með siðrófið. Sko, það sem er núna undarlegt í þessu er að nú er fallinn dómur sem er mjög skýr og það er komin önnur kæra sem er ekki bara gagnvart áfengissölunni, heldur er eitthvað í kringu peningaþvætti, það er þá sennilega skil á einhvers konar sköttum og gjöldum eða einhverju í sambandi við söluna. Þannig að við erum komið að það með dóm og við erum komið með ákærur og sem sagt dómaframkvæmdin er engin. Nei. Þú veist, fyrirtæki sem er dæmt, það bara ullar framan í okkur öllin, gefur okkur fingurinn. Ekkert duga til, það er alveg sama hvað áfram segir að nást í. Alveg og þessi kerfi sko sem eiga að hjálpa okkur og vinna með okkur, þau eru bara því mér ekki að virka. Ég rakk augun í dálítið beitta fyrirsögn og grein sem þú skrifaður á Vísi, leiftur sókn gegn lýðheilsu. Já. Þetta eru stóra orð. Já, þetta er bara kjarni málsins. Þetta er bara, sko þarna ástæðan þegar ég skrifaði þá grein var það ég satt bara og var að fá mér tebolla einn morgun í maður og þá heyri ég einhverja staðhæfingu útvarpinu sem bara hreint bull. Og þá er það út af þessu herferð sem er kostuð af samtökum verslunar og þjónustu sem myndi inn í á landsmunum alveg hægri vinstri og meira minn allt vitleysa og þá er það ekkert annað leiftursókn. Nú er baráttan svona tæknilega, sko barátta áfengisala er tæknilega töpuð og algjörlega gjörtöpuð og ég held að það þurfi enga sérstaklega lögfræðinlega að sjá fram á það að nýjustu kærurnar leiðu þetta til sakfellingar. Þá fara menn bara í annað geim áfengisbransinn sem hefur alveg algjörlega ótakmarka fjármagn. Þá fara það bara annað geim, nú muni það herja á þingmenn alveg hægri vinstri. Ég hef tekið eftir hvað þingmenn eru hræddir við að standa í lappirnar. Já. Hefur þú tekið eftir í líka? Já, mér finnst það alveg sérstætt það getur líka verið annað í því nú ætla ekki að þingfólk er náttúrulega fínasta fólk og allt þetta en það er mikið áreiti en ég gerði það fyrir nokkrum árum þá fór ég á kosningaskrifstofur og einhverju prókjur hjá ákveðnu flokki sem hefur haft þetta mjög á dagskráni sinni. Þar voru mikið alls konar veitingum sem var frá alls konar vínveitingum sem voru fríar og ég sá hvergi í uppgjörum viðkomandi stjórnmálamanna styrkveitinga frá áfengisiðnaðinum. En þessi grein sem ég skrifaði þarna leiftursóknin, hún er auðvitað bara út frá því að nú er ég sérfræðingur í forvarnarmálum
og það var gefið út hérna playbook áfengisbransan sem Alþjóða heilbrigðisstofnunin gaf út. Þar þessum aðferðum bara lýst hvernig þessi bransi vinnur og hann vinnur svona. Og þetta allt samkvæmt bókinni. Það grafið undan og... Já, svo til dæmis þarna, þeir koma núna með einhverja 10 staðhæfingar sem hefur verið heila á sannleikur, sem eru bara meira og menna bull. Þeir skrifa fullt af greinum, sko, elta allt. Þetta allt saman elt uppi, allt í kerfinu er kert og þetta eru algjörlega þekktar aðferðir og þannig ætla menn að breyta, hafa áhrif á það sem maður myndi kalla alveg hlýðræði. Mér detta í hug allar nei-auglýsingarnar sem ég sé núna í Evrópu umræðinu nema hér erum við að ræða áfengi. Þú segir fjárhagslegt bolmagn áfengisbransans til markaðsetningar, almannatengsla og pólitískrar hagsmunagæslu er nánast ótakmarkað. Já. Ég held að sé, sko, ég man ekki tölur því ekki með það hjá mér, en mér minnir að sé þannig að það séu 12.000 milljarðar íslenskra króna á ári sem fer í markaðsátöki áfengisbransunum. Og ef við tökum þessa herferð sem er núna, sem er bara smá herferð hjá samtökum verslunar og þjónustu, þá er það herra framlag heldur en sameiginlegt framlag til lýðheilsusjóðs. Það er að sé allar aðra forvarnir í landinu, þetta toppa það. Viku áróðsherferð sem er inn í staðin er einhverju frasar, innihalslausi frasar sem eru túlkaðar algjörlega í tilgangi þarna ítrustu viðskiptahagsmuna. Og þeir eru búin að koma upp einhverju heimasíðu sem þú ert að skrifa. Já. Og það er vísa til hennar eins og lög... Bara alveg hægri vinstri. Já, það er bara sagt, það er líka gert eitt, sko, það er náttúrulega, nú hafa menn verið að skrifa alveg grímt, sko, í fjölmiðla og elta allt, sko, alla fjölmiðla, mitt þetta eru bara... Já, þú meinar á hinliðinu. Hinliðinu, alveg bara, þú veist... En það er ekkert margir sem eru að taka viðtöl eins og þetta sem að þú ert í núna. Nei, því nú erum við. Þeir eru fáir málsvarar, sko, stefnu og tíma sem ég held að Íslandingar hefði verið svolítið stoltir af. Já, sko, við erum það. Og ég held að þetta er sérlega tvennskons, þú býr til einhverja ímynd, þú normaliserar, þú auglýsar, þú getur bara, þetta er náttúrulega þekkt í bara vörubransa, sko, þú getur komið einhverju vöru í tísku ef þú átt 400 milljónir og eitthvað svona og fengi áhrifavald og gert allt þetta. Þú getur breytt ástandi í gegnum þetta. Þegar djúpt er skoðað að fólk vera að velta þessu fyrir sér, þá held ég Íslendingar séu bara þannig að þeir vilja að lögum sé fylgt. Ég held að við séum öll svona eðlokka löghlíðin. Þarna eru við ekkert að horfa nýtt svoleiðis að lögin skipta engu máli. Það er bara hvað þvælist fyrir mínum hagsmunum og þá fer maður þangað. Þess vegna býr maður til, sko, alls konar svona einhvers konar hálfsannleika eða sannleika eða býr sér til svona það sem maður kallar selektív trúð eins og Trump myndi segja. Þú bara hamrar eitthvað nógu oft og þá heldur fólk að sé rétt. Já, mér finnst ég, sko, ég náttúrulega vona að því mér er ekki saman þessi mál. Og ég á nú sjálfur bara eða þá börn undir áfengiskaupa aldri og átta mig alveg á því að það munar nú bara hvert árið í þeim efnum, sko. Þetta er náttúrulega börn sem eru íþróttafólk og svona listafólk og þannig að ég er ekki komin á þann stað sem að ég var að lýsa í upphafið þáttanum sem mér fyndist sumir kollega mínir komnir á. En sko, ég get ekki sagt annað en það að ef ég ber saman svona ungmenna umræðu viðhorf gagnvart frjálsara aðgengi að áfengi í dag sem að stundum skólar á fjörur mínar inn á heimilinu í tengslu við vinahópa barnanna minna eitthvað svoleiðis. Ef ég ber, sko, umræðan í dag saman við umræðana fyrir 5 eða 10 árum þá finnst mér hafa orðið breyting. Kannski ekki óeðlilegt eftir höfðinu dansa limirnir og allt það og kannski er þetta áhrif frá markaðsöflunum eins og þú segir en mig grunar líka þessi áhrif séu einhverju leyti búin að ná inn á heimilin og umræðan sem að ungmenni dags í dag heyri og foreldrum sínum hún sé aðeins öðruvísi heldur en umræðan fyrir 5 eða 10 ára. Já, og það er líka, þetta er kynslóð, þetta er líka bara þessi kynslóð sem er núna með unglinga. Er kynslóð sem er afleiðing, sko, íslenska forvarnastefnu sem tókst vel. Þannig að þau alast ekki upp við, sko, við erum búin að ná tökum á þessu, þau alast ekki upp við þetta ástand sem var þegar við vorum unglingar. Það ekki, sko. Og þessna eru margir sem vilja slaka á þessu í þeim efnum.
Þannig að það má vel vera þessi kynslóð sem koma núna og það eru alls konar teiknum aukna áfengisneyslu fram og tilbaka, sérstaklega unglingahópurinn er óbáslega viðkvæmur og þá er það sá hópur sem verður mjög erfur og þá þarf eftir 20 ár þarf sú kynslóð að fara að kippa öll í lag aftur. Þannig að við höfum klikkað dálítið þegar það færi þetta milli kynslóða. En á móti kemur að áreiti gagnvart sko, í samfélaginu er orður svo brjálæðislega, sko, þetta er svo brjálæðislega mikið og fólk bara er í fullri vinnu við það og hvað er rétt og skynsamlegt og annað slíkt. Og enn eitt skaðlega áreitið sem skellur á þeim tekið eftir sem reyndar ekki kannski beint undir, það er ekki beinlega þitt ágefni, en það eru veðmálin. Já, sem svakalegt alveg. Og þetta svolítið það ekki, sko, þetta eru ólík herbergi í sömu vistarverunni, þetta er skaðlega hegðun, áhættu sækni, þetta er... Já, sko, þetta er alveg baneitur blanda, sko, áfengi íþróttur og veðmál. Þetta er þrenning sem er alveg svaka. Merkilegt að íþróttir skuli hafa komist inn í þessa jöfnu einhvern veginn. Já, sko, það er náttúrulega líka, sko, íþróttar, þetta er doldið gott dæmilega blanda. Þú múið sjá hvernig alltaf knattspyrnuhreyfingin er, sko, að vera undirselt alls konar viðskiptaöflum. Þegar mann alltaf fara að selja þessar skemmtilegu íþrótt bara hæðspjóðandi og annað slíkt. Það er áfengisbransin alltaf á kantinum og svo smyrja menn, sko, eins og við höfum nú stundu talað hvernig bjórsala áfengisleikjum er einn liður í normaliseringu. Það er líka dyggðarskreiting á þessu fyrirtækjum. Við höfum nú að styrkja íþróttarhreyfinguna. Þetta er bara svipað eins og tóbaksbrann sem fjármagn einhverja sprettlaupara skilur. Þannig að þetta er alltaf, þetta er svo rosalega mikið viðskiptatengt og hagsmunatengt og sérhagsmunatengt. Og þess vegna hefur við, sko, við sem samfélag erum bara í varnarlegu gagnvart þessu. Maður sé bara þessi spilagn, þetta er bara hræðilegt, hvernig ungi stráka sérstaklega ánýta þessu bara og tapa öllu og meira til. Já. Og það er orðið viðurkennd menning að ungir drengir hittist vikulega og spili póker og þeir segja kannski við leggjum mjög lítið undir. Gott og vel, það er þá frábært. En maður kannast nú alveg við það frá því að maður sjálfur ungur villingur að það sem byrjar með lágri áhættu það hefur nú tilhneigingu til þess að verða skaðlegra og hættulegra, sko. Svo er þetta bara líka þetta er svo ágengt, sko. Þetta er bara, þetta kemur á allar samfélagsíðu, bara börnum í símana, þetta er bara endalaust gáriti. Akkurat. Það er alls konar bónusar og það er þetta losnar aldrei við þetta. Nei, og svo er þetta alltaf að fara að vinna þennan stór og allt þetta, sko. Og þetta er ekki gott, en þetta er náttúrulega sérstætt líka, sko, hvernig við sem samfélag látum þessi ytri öfl, sko, vasast innan börnin okkar. Og þetta gerist á sama tíma á landlæknisembættið til að mynda hamrar á því að samkvæmt nýjustu gögnum liggi fyrir að ný kunnátta sé það að það sé ekkert til sem að við getum kallað skaðlausa áfengisdrykkju. Já. Við héldum lengi vel að það væri allt í lagi bara að fá svona þessi glas og jafnvel bara jákvætt og það er líka þessi prinsip, sko. Nú er búið að sýna fram á það að bakreikningurinn, hann er alltaf stærri enn sem nemur ánægði tímabilinu. Og líka þetta, þú getur alveg, ef maður hugsa þetta til enda, sko, með það ef einkaaðilar eiga að fara, sko, búa til áfengistöfn í landinu og ráða henni algjörlega. Þetta er ekki fólk sem ætlar að borga samfélagslega kostnaða neyslunni nema síðu sé og svo náttúrulega kemur eins og kemur fram í þessari kæru að þegar menn eru með skatta undanskota eða eitthvað slíkt líka, sko, og sölna, þá er alveg klart mál að samfélagi situr alveg 100% upp með allt sem þessu tengist. Við lifum í samfélagi núna, Árni, þar sem að, sko, skiptir engu máli hvort átvegaferð er opið eða ekki. Það getur bara að redda sér brennivíni á no time. Allan ásinsring, allan dag ásins. Og hver sem er. Hvert er planið? Hvert er svarið við þessari breytingu? Ég held að veri bara þannig, sko, við getum tekið líka bara nú að vera að segja, sko, það mælist ekkert, menn taka ykkur mælipunkta og neysla sé að fara niður. Neysla er almennt að fara, áfengisneysla er almennt að fara niður í einu vestræna heimi, svona mjakandi, sko, hægt og sígandi. En það er líka þannig að það er til dæmis bara núna var ég að heyra það í morgun að í Þýskalandi sem nú verið svona landa sem á að vera mjög mikið frjálsindi þessu, þeir eru búin að ákveða það að
gera allar lestastöðar áfengislausar. Ég held að séu bara tæplega 6.000 lestastöðar. Það öryggis eða lýðhelsu ástæðum? Já, þá það bara lýðhelsudæmi og þá orðið þannig sko þegar þú komin í það allir eins og var að vera að tala þessar frægu bjórhátíð þarna Oktoberfest. Þegar kannski krakkanir í 10, 11, 12 ára döðadrykkin sko, einhverstaðar onni í bæ sko. En þá það þannig að þessi sko ástæðan fyrir mennur svona agressívi hérna út allar þessar áfengisbransin það annars vegar ákveðið lýðhelsu moment í samfélaginu. Það sem fólk er að tala það og fer að tilengja sér svona tóldi heilbrigða lífstíl og svo hins vegar viðskiptaöflin alveg á fullu. Og það svo skrítið þegar við erum að horfa tóldi á þróun í öðru löndum þar sem mennur að svona reyna að taka utan þetta að þá markmiðið hérna að fara í eins mikla frjálslindis átt innan ef það eitthvað frelsi áfengiselt alls þar og það mál þá líka að tala sko hvaða menn bara stela þessu frelsishugtaki og halda frelsishugtaki þetta göfu hugtak að það byggist á því að maður getur gert brennivín allir sólarhringinn. Frelsi til að fara til helvítis. Já, þá segir við náttúrulega bara hvað frelsi bandum laus við enn áróður allan saman sko. Ég reifst við frjálshyggju guttana í menntaskólanum á Akureyri 1981-85 einmitt nákvæmlega þetta hvort við ættum öll að hafa alltaf rétt til þess að fara til helvítis sjálf ef við kýsum svo og þá hélt maður þegar maður var 16, 17, 18 að maður væri orðin fullorðin og maður vissi allt best sjálfur en núna þegar maður er orðin fullorðin og maður lítur aftur og maður sér hvað ungmennin okkar eru varnarlaus sko. þá maður ekki sama Nei, en svo sé maður eins og við talum áðan sko, með menn eru núna prestir að þetta sé allt saman að opbóðslega mikil niðurleið þá taka með COVID-punktinn þar sem áfengisneysla mikil og taka svo annan punkt sem sko rétt eftir COVID þar sem hún að fara niður og þetta sé menn að sé sko bara síni að kerfin séu í leið allt þetta sem náttúrulega alveg ótrúleg útsnúningur ósvíðin útsnúningur því við getum farið langt aftur tilbaka þegar árin bjóður á leiðu þá var lítir per alkohól per person á Íslandi voru 4 lítrar allir vísindisögðu þetta fer upp svona 3-4 lítra með þetta kerfi það skeið ekki fyrsta massi að bjóðuna leiðu, þá fór ekki neyslan upp sko 4 lítra alla. Heldur þetta tímabil, ef þú tekur 6-8 ára tímabil, þá fóru nákvæmlega með þetta. Það sem skeður hjá okkur, ef við sleppum tökunum, þá eru menn að tala þetta farið cirka 4-5 áfengislítra upp per neytanda og það kostar bara ákveðin peningi heilbrigðiskerfinu og slíku fyrir utan það að þá erum við komin aftur í gamlu sporin sem að við upplifum þegar unglingadrykkja og reykingar og allt þetta var mjög almenn og þá þetta svo dýrt þess vegna svo skrítið að samfélagið eins og til dæmis að þingmenn sem eru þá ráðandi í lagasetningunni að þeir hafa ekki þessa vitt í sínu pælingum, margir hafa vissulega. Mér finnst sko metnaðarfullt samfélag á sviði áfengismála ætti í rauninni að stefna ekkert ólíkt hvað varðar áfengismálin eins og gert var í tóbaksreikningum að við segjum brandara reikinn sem lá yfir öllu þegar við vorum ungir og við vorum kannski ákveðnum aðstæðan þar sem 70-80% bara Íslendinga í einhverjum kreðsum þeir reyktu núna þetta, hvað þetta hlutfall 2-4-6-8% það reynda að koma nikótínvörurnar á móti sko, þær reynda að koma á móti og þær eru sérstætt vandamál og ég tek eftir því að margir sem eru hættir að reykja þeir taka meira nikótín inn núna í gegnum þessi hjálparlyf heldur en þeir fengu noxin út úr tóbakinu en það samt eiginlega sérstök umræða vegna þess að sko munurinn á reykingunum í tóbaksreikningum sem að stórskaða aðra eða það að maður bara sjálfur fái sér nikótíntyggju hann náttúrulega tölverður en þetta sko, talandi það sko það er líka sko áfengisbransin hann notar þessi trikk sem tóbaksbransin notaði það tók 50 ár fyrir tóbaksin hann viðurkenna að það væru tengslmildi krabbamenna og reykinga og þessina þegar maður sér þessa herferð eins og hjá samtöku verslunar og þjónustu þá eru þeir bara dálítið eins og tóbaksinnar var á sín tíma, þeir bara neyta öllu, breyta öllu sér í hag og halda öllu fram sem passa þeim og tegja og toga og snútur og allt púk og allt má annar staðar og skýrlögur allt í einu óskýr þrátt fyrir dóm og allt þetta, þannig að það er þetta sem svo skrítið sko. Þannig að ég verð alveg viðurkenna það, maður treysti því sko
að svona framkvæmdavaldið sko grípti sinna ráðan, það hefur verið mjög svifaðist í öllu. Og ég auglýsi líka bara eftir meira hugrekki hjá löggjafanum, sko. Ég held að það stefni í óefni að óbreyttu. Já. Hvernig gæti þú séð fyrir þér til dæmis aðgengismál að öllum þessum nikótínvörum að mætti hefta það aðgengi? Sko, ég held að það er bara að sýta, sko, það var svo merkild að tóbaksvarnalög eru sko lýðheilsulög. Sala á nikótínvörum var verslunar eitthvað. Já. Og svo rak ég augun í það, sko, þeir skila sér á bak við það nikótínið sem í nikótínvörum sé ekki tóbak, sé efnafræði dót sem gert á einhverju stofu sem ekki rétt vegna þess að nikótín bara úr ákveðinni plöntu og það skilur þar á milli, sko, ef þú ert að gera eitthvað nikótínplöntu þá það tóbaksvörur en þetta var einhver svona lagaleg grásvæði og mistökin sem voru gerð þegar það var sett lögu nikótínsöluna var bara að setja þetta inn í tóbaksvarnar löggjöfina af því að nú sjáum við það, sko, að nikótínvörur eru svo brjálæslega sterkar og það getur hver sem keypt þetta og það eru koni krakka sem eru bara harðsvíra nikótínsta bara 13-14 ára og magni sem menn eru að taka yfir að taka þessa stóru þú ert að taka þessa búða þá ertu komið með svipa sem þú reykir 130-40 sígarettur á dag nikótínmagn sem fyrir inn í kroppinn, skilur. Ég hef heyrt foreldrar lýsa persónuleika breytingum hjá börnum sem magnið á nikótínu var alltaf verið að vaxa. Já, og þetta er tóbaksbransin. Hvernig ætlar hann að koma sér inn í, sko, nú vill menn ekki kaupa sígarettur lengur, það að fullt af tóbaksblöndu og tótari hvað ætlu að gera við þetta. Búin til aðra vöru, förum eitthvað nýtt geim, sittum þetta í salgættustumbúðir, sínum þetta eins og einhverju hotlustu, tölum allt niður sem heilbrigðis eitthvað. Nú ætlum við veipi að detta út af því að það einfaldlega bara komið í ljós að fólk eyðileggur á lungin með veipi. Það veldur lungna þeim. Já, og popplungum og öllu slíku. Og þetta er svo rosalega trublandi ef við ætlum að vera með samfélag sem ætla bara að ala upp heilbrigð einstakling og allt þetta, þá erum við alltaf með svona öfla kantinum. Þetta er náttúrulega rosalega, sko, destruktíft eða niðurbrjótandi að skuli ekki vera rými fyrir æskun og vera friði fyrir þessu öllu saman. Af því að krakkandi sem fá ekki nikótín, eða eru ekki nikótín þá bara kaupa sér sígarettur eða það eru hendi næst. Nikótín náttúrulega svakalega óvinabindandi og auðvitað skortir eitur fyrst og fremst. En Árni, við ætlum að halda áfram að vera eins og þeir gamlu félagarnir aftast í prúðuleikurunum á sjölunum og horfa á samfélagið og hrista höfuðið. Ég held að sé bara þannig að fólk þarf aðeins að, sko, ég held að þetta sé, sko, það eru auðvitað alls konar tæknibeitingar og allt slíkt, en þetta þessi grunngildu öll sem uppbyldi æskunar og annað slíkt og kerfi sem við höfum fínt sölukerfi og áfengi og það er svona ákveðin svona samstaða í samfélaginu það að fólk vil venda börn og unglinga, við viljum fara til lögum og þá þurfum við einhvern veginn að verja okkur gagnvart þeim öflum sem svífast einskis í krafti peninga og einhagsmuna. Þetta er ekki flóknar en það. Það er lokaorðin, Árni. Gerðu þekki fyrir komuna. Sömuleiðis, takk fyrir. Og áfram veginn, nýtt efni eftir andartak ekki frá langt. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.